Þín ánægja. Já, komið sæl. Það þarf að halda áfram að vera vætitið hjá okkur á landinu næstu daga. Við höfum hérna lagða á Grænlandshafi og það sem hún gerir að hún sendir hvert úrkomukerfið á fætur öðru til okkar og sjá lagðin fer nú yfir landið á morgun en síðan í kjölfarið á fimmtudeginum að þá skilur hún eftir sig lagðadrag og það mun væntanlega vera talsverða skúrir þá líka. En við höfum hérna hæðasvæði fyrir sunnanland og það kemur til með að teygja sig hérna norður eftir og stjórna veðrinu hjá okkur á föstudaginn og þá ætti nú að geta orðið þurrt og bjart á landinu en stendur ekki lengi yfir því að við höfum hérna síðan lagð þarna við Kanada sem er á hraðri leið austur á bóginn og hún kemur síðan til með að stjórna veðrinu hjá okkur helgina og það þýðir að það verður bæði úrkomu og vindasamt. En ef við skoðum hitasviðið að þá erum við hérna ennþá í hlýjum loftmassa en það stutt í kalda loftið og það kemur hérna inn til okkar á fimmtudaginn og þá kólnar hjá okkur en það stendur stutt yfir því að með þessari hæð og síðan læðinni sem kemur til okkar helgina þá kemur meira af hlýju lofti til okkar. En við skulum skoða þróunina næsta sólarhringinn. Við höfum hérna skilin sem að liggja yfir landinu og eru svona á leiðinni norður á bóginn því að það mun nú væntanlega stytta upp hérna sunnanvert landið en aftur á móti á að rigna talsvert austanvert landið í nótt og fram á morgundaginn og síðan í fyrramálið að þá fáum við nýjan úrkomubakka hérna inn á sunnanvert landið og þá fer aftur að rigna sunnanlands og síðan verða svona skúraleiðingar þegar það kemur fram á morgundaginn. Og svona lítur þá Íslandskortið út seinnipartinn á morgun. Hitatölurnar eru svona í kringum 10 til 13 stig. Það verður svona suðlæg eða breytileg átt á landinu og talsverðar skúraleiðingar hérna landið sunnanvert en svona minnkandi skúrir á norðausturhorninu. Síðan ef við skoðum áfram þróunina þá sjáum við hérna annað kvöld og þá sjáum við þessar skúrir hérna í raun og veru allt sunnanvert landið en svona heldur minna norðanlands en síðan á fimmtudaginn þegar þetta lagðadrag kemur hérna yfir landið þá sjáum við hvernig bætir í úrkomuna þannig að það verður þá talsvert blautt á fimmtudaginum en síðan kemur þessi hæðarhryggur inn á vestanvert landið þegar líður á fimmtudaginn og þá fer að létta til landið vestanvert. Og svona lítur þá fimmtudagskortið út hjá okkur. Hitatölurnar eru svona heldur á niðurleið komnar svona og undir 10 gráðurnar, skúraleiðingar hérna norðan og austanvert landið en vestanlands að þá ætti að vera farið að stytta upp og létta til og síðan á föstudeginum að þá þessi hæðarhryggur svona farin að teygja sig inn á landið og þá verður væntanlega orðið þurrt og ætti að sjást til sólar í flestum ef ekki öllum landslutum. Og hitatölurnar eru þá aftur svona heldur á uppleið og við erum farin að sjá svona yfir 10 stig á flestum stöðum. En á laugardaginn að þá næsta lagð á leiðinni til okkar og það verður farið að rigna hérna fyrst landið vestanvert og þessi kemur væntanlega til með að fylgja talsverður vindur einnig þannig að þessi skilmunu og síðan fara yfir landið helgina þannig að helgin verður bæði blaut og vindasöm. En við endum þetta þá á korti morgundagsins. Það verða skúraleiðingar, það verður svona úrkomusvæði kemur inn á sunnanverðlandið í fyrramálið og síðan breytist þetta í skúrir og á Norðurlandi ættu nú svona demburnar að fara að minnka þegar að líður á morgundaginn og hitatölurnar eru svona í kringum 10-12 stig. En segjum þetta gott að vera í bili. Verið sæl.